þetta eitthvað svona sem Ég kom með kristall, þú maður sjá kristallin, hann hinn með bollaðin, sér hann hana? Já, hvað gerir þessi kristall? Þetta allt svo, þetta nýju verndargripur podcastins. Ok. Þannig að Biggi, velkomin til okkar hérna í þvottahúsið, altså bara take two, blump. Já. Yes. Þú hefur komið til okkar áður, manstu því? Já, en þið glemdu að taka upp. Þetta var fyrsti þáttur. Það fór eitthvað úrskeiðis. Já, það var bara eitthvað, ekki sá gott sound eitthvað í... Sound var liðlegt, hljóðið var liðlegt, myndið var liðlegt. Það var bara svona prototípa hjá okkur tæknilega. Við þurftum alveg sárlega á því að halda að brjóta í svona æfa okkur, sko. Já, það var áður við komum hingar í kjallarann. Við vorum ekki með mikrofóna. En var þetta ekki mjög á æfing? Var ekki sem kom það upp sem svona setti líka svona hvað við vildum tala eða við stannum? Og líka bara við sáum bara hvað það var sem við þurftum. Also líka bara af tech og græjum og umhverfi. Já. Líka svolítið hvað var akústík, hljóð og svona. Og það sem að fara að gerast hjá okkur núna sko í voru og í sumar, ég allt svo að fara að smíða með allt svo bara stúdíu og skúr út í garði sko. Já. Það sem alltaf bara vera með flotta akústík, flotta hljóðin okkur. Þannig að þá þurfum við ekki að vera hérna í stifta kjallaranum. Já. Ég sé þetta bara sem mjög gott dæmi það, því ég mjög mikið fylgjandi svona samræðupólitíkur. Það oft notað sem svona skammaryrði, fólk sem vil svona ræða eitthvað saman. Samræðupólitík. Hvað samræðupólitík? Það sem fólk talar eitthvað aðeins saman og reynir að sjá hvað fólk er að hugsa og aðrir að fá aðra skoðanir og kannski vera tilbúin að skipta skoðun áður en það fyrir að gera eitthvað. Ekki vinsældi á sumum stjórnmálaflokkum, þeir vilja bara gera strax eitthvað og tala við fólk bara að trúna mig og tefa málið. Þú er mjög pólitískur, þú ert pólitískur núna, ekki? Ég ætla að klára þetta. Já, sorry. Það sem fannst mér mjög gott, af því að ég er mjög hrifinn af samræðupólitík, af því að það er mjög mikilvægt að tala vel saman um hlutina áður en að gera eitthvað, sérstaklega þegar það hefur mikil áhrif. En með suma hluti, þá þarf maður bara að byrja. Og þetta með það sem við vorum að gera sér, það þurfti bara að byrja til að sjá. Það var svolítið svoleiðis. Það var ekki að tala mikið. Nei, en þú lendir í því að koma til okkar hérna í fyrsta skipti. Já, það er læg. Það var kósí, við drukkum hampti. Þú fyrst að sjá verkstæðið mitt. Já. Ég er nú komið stundum inn í stúdíó til þín. Já. Þú ert guðsari. Þú sagði við mig að þú værir hérna popstjarna. Ertu frægur þá eða? Já, ég hef allavega sett eitthvað fram sem annað fólk hefur tekið og fundist óstjórnlega væntum og tjáð mér það að það sé því óendanlega mikils virði og sent eitthvað svona já, svona innan gæsala bara svona eitthvað svona respect sem er svona með svona upphafningar eða svona hálgert svona tilbeiðslu svona áru. Þannig fólk er alveg til að leiða mér upp að þetta er alveg gefið út og þetta er alveg sturla og fæ bara eitthvað stundum hérna eins og það var eitthvað vídeo sem var eitthvað svona hvítu og þá kommentar eitthvað, já ég vissi það að Biggi verið að vera guð, skilur, bara eitthvað svona, skilur. En þetta er bara fólk sem hefur gaman að þeir bara henda út tilfýlingunum svona, skilur. En þetta þýðir að ég hef sendt eitthvað svona út sem fengið eitthvað svona. Þannig að þá er ég greinilega svona stjarna. En ekki svona alþjóðlega risa eitthvað, en svona í svona okkar fanbase þá er fólk ánægð með. Mér finnst þetta áhugavert, þú talar um þetta, en ertu þá ekki, þessi típa af tónlist, altså sem svona raftónlist með svona beat, nú þekki ég þetta ekki, ég er ekki sérfræðingur hana, en ertu ekki snert eitthvað í sálum fólks sem kannski svona tónlist svona kannski almennt er ekki að gera? Skilur þú hvað við? Já, þetta er náttúrulega bara spurningin, þau ætla að byrja að grafa skurð. Já. Í hvað átt ætla að byrja að grafa? Já. Okay, og ég er bara að grafa minn skurð í ákveðna átt. Já. Það sem ég er að gera tónlist sem að ég er mjög mikið að gera, bara fyrst og fyrst fyrir mig, sem bara mitt svona persónulega, tilfinningulega engaklám. Hvað er það? Private porn. Já, svona tilfinningaklám. Og af því að þetta er tónlist sem ég reyna að smíða þá hún hafi mjög svona öfgafullar áhrif á einhvern veginn þá viðtaka sem að einhvern veginn taka við þessu tilfengum. Þannig að tónlist er mjög áhrifamikil getur verið mjög áhrifamikil inn í tilfinningakerfi fólks og framhjá hugsunni. Bara, fólk er ekkert að, fólk er kannski bara einhvern veginn og barnum eitthvað bara ég er ekki að fíla þetta. Ég fíla þetta, ég get ekki leið þetta. Þetta er glata. En annan drikk, þetta er við djúðlega leið. Þetta er glata! Það er bara einhvern hversamt og hreyfir eitthvað. Og getur farið framhjá. Og fólk sem fólk nota tónlist með mismunandi hætti. Ég tek þetta sumir nota tónlist mjög mikið sem svona útrásar stuðning.
bara fá einhvern svona út eitthvað. Blast einhverju bara. Meðan sumir nota tónlist þess að taka eitthvað svona inn skilur, og bara, þú veist. Já, ég hef ekki spáðið því, auðvitað. Og ég að gera rosalega mikið tónlist sem er svona til að taka inn og svona, og ef maður með svona viðkvæman tónlistatæku eins og ég, þú veist, þá hreyfir þetta við einhverju, og það gott, þetta bara svona næring, skilur. En getur ekki verið að tónlistin virki bara mismunandi bara á fólk? Hvað fólk að reyna að... Já, því mér finnst ég alveg fara inn í þína eða eitthvað tónlist svona, með svona ásetningu í líkum að svona losna við, sko, að fá ákveðna útrás, sko. Það ákveðið blast, sko, en á sama tíma getur hún verið mjög tilfinningarík og ég get tekið hana djúpt inn í rýmið, sko. Já, þú veist, ég mikið, þú veist, ég ekkert að gera bara eitthvað þægilegt lag til þess að einhvern veginn kassa eitthvað inn. Þetta allt einhvern veginn bara eitthvað líf og dauða. Af því að þetta einhvern veginn, ég bara einhvern veginn samsetið þannig á hvert tónlist að þetta einhvern veginn bara, þú veist, ég var bara fljótlega bara obsessed, skilur. Þannig að ég er bara svona andsettin á tónlist, ég er bara svona, bara dóp fyrir mér, skilur. Varstu reyfari í gamla, alveg gamla? Nei, ég var ekki beint, aldrei verið svona eitthvað brjálega svona partygóður eitthvað þannig, því þetta var aldrei, fyrir mér var þetta ekkert rosa mikið eitthvað út, nema það bara geta sungið, og það náttúrulega bara svo gott að syngja, þá náttúrulega hefur ég hjartan og þá þarf maður að grenja, sérstaklega, þú veist, ef maður syngur eitthvað lögin, þá þarf maður alltaf að grenja, ég Kristoffer maður að grenja nýri bæ og lögin. Ég hef aldrei prófað það, sko. Syngja og grenja? Nei. Já, gott. Og þannig að, þú veist, þannig að ég segi, ég meina, tónlist hefur alltaf verið einhvern veginn bara þannig taugafóður sem er alltaf bara þurrt og fólk þarf mismunandi á þessu fóður að halda bara eins og öðrum eitthilugum bara ef það fennst ekki á það þá er það laust við það en þess að kannski venja sig á þetta og það fólk sem notar náttúrulega tónlist bara mjög gaggjert í svona mood setting og svo er bara mismunandi hversu djúft þetta mútsetting sem bara hlusta eitthvað þægilegt hérna koma inn í stuði eftir daginn í uppvaskinu eða vera eitthvað hress í losna við vinnuna úr heilanum í rættinni eitthvað svona. Já, ég meina, er þetta ekki boðefnahvati? Þú spáir því? Jú, ég er náttúrulega að meina það bara að þú pælir bara hans í tónlist og hérna reynir eitthvað hans svona skilja svona eitthvað svona frumkvatalegt við það. Reynir svona að grafa upp einhverju svona, þú veist, hvað er hægt að pæli þaðan. Að þá er náttúrulega, finnst mér alltaf áhugavert, þessi haugur, þessi fuglager út í garði hjá mér, sem byrja hvern morgun á því að syngja bara hver hann í annan eins og eigi líða að leysa. Þú veist, akkur þeir að þessu? Eina sem þeir gerir er bara að vekja köttinn minn og hann fer bara þú veist. Áhugaverð pæling. Skilur. Þeir bara að syngja og góða hvern annan eins og líða þetta að leysa. Og þetta er bara eitthvað expression, þetta er eina þetta er bara tjáning og þeir hafa ekki orð og þeir hafa tónlist. En þú veist, skilur. Já, fyrir þér, já. En er þetta ekki bara eitthvað svona kauphöll? Kannski. Skilur við? Er þetta ekki bara eitthvað öskra hvern annan, bara eitthvað kaupa, selja, veist? Jú, kannski, en þú verður átt að því að en sko, þegar að þú ert með lífverur og þær þurfa að finna einhverja aðra lífveru sem er svona svipuð skapa tengsl, nema kannski af hinu kyninu sem þurfa ekki að vana kyna það er svo frumstætt, sko þú ert að finna þetta eitthvað og þú þarft að, þú veist, eiga svona samskipti þennan verknað sem er getnaður og það allt saman, skilur og það er einhverja boðsendingar, skilur fattaru og þegar það er ekki hægt að vera með einhverja flotta pick-up-línur því að þú ert með tungumál og hugsun og getur referir einhverja sögu og eitthvað svona eins og við erum með það er bara eitthvað dýr sem er ekki með tungumál og hvað gerir þá? Bara byrjar að dansa eða syngja eða eitthvað fattaru, gerir bara eitthvað svona þannig að ég held að náttúrulega við erum bara sama meiði, þannig ég held bara að djúpt í frumunu sé bara þessi samskiptahátti bara enda á til staðar og það sé þetta eiga samskiptu hann bein framhjá þessu egoi sem er í kringum þessa verbal hugsun og það konstrukt sem er í kringum það í þessum afmarkaða heilokkar sem er cirka 10% sem við notum. Vá, áhugavert. Ég var aldrei búin að spá í þessu samhengi. Nei. Aldrei, sko. En það er einhvern veginn þannig, menn heyra bara tónlist og hann er einhvern veginn að hugsa, já, þetta er nú fallegt lag, best að líða einhvern veginn. Fólk byrja bara að líða einhvern veginn og svo kemur eftir á, skilur. Fólk
hlusta, tekur þetta inn, ekki að vinna hugsun og svo breytist líðan. Þannig að augljóslega hefur tónlistin einhvers konar beint tal við einhvers konar taugavef sem gefur einhvers konar líðan sem síðan bara einhvern veginn eftir að skilgreyndir. Sem bara segir bara, djúða kæli núna og geggja sæt eitthvað. Þá það bara eftir áskýring. Saknumar. Aðalatrið bara þegar hún syngur til þín, þá bara rekkur eitthvað í sundur í hjartanuðinu sem maður bara lætur að byrja að elska lífið og tilverun. En talandi það, ég heyri daginn mann sem að fyrirlítur tónlist, hann hlustar ekki á tónlist, hann getur ekki hlusta á tónlist og ég hugsaði bara strax, hann psykopatísk? Hvernig getur ekki tengt í tónlist eða fíla tónlist, að þetta svo ríkt í okkur öllum, sko. Ekki, var það Íslendingur? Það Íslendingur. Ná, tengt mér, sko. Það bara hlustar ekki á tónlist, aldrei hlusta á tónlist, það ná einhver geisladiska ekki neitt, skil. Getur það fyrir útskýrt það? Hvernig? Að því að þetta eins og... Nei, þetta Viltu meira te? Ég meina, þetta náttúrulega bara, þú veist, eitthvað líkindadreifing. Hversu mikið þetta fyrir fólki. Ég hef aldrei heyrt þetta áður. Svo einhverjir endar í dreifingunni. Það sem eitthvað fólk sem bara, þú veist, getur ekki komið sér með eina sekúndu nema að vera með tónlist í eyrunum, skilur, bara eins og, skilur. Og svo eitthvað fólk sem bara vill ekki hafa þetta sem hluta af sínum taugavef, skilur. Mér fannst þetta alltaf magnað. Já, þetta mjög spes. Ferð þú í svona, þegar þú ert að semja tónlist, búa hana til, ferðu í svona tímaleysi, svona bara manjur, bara, veist, þess að þú ert bara festist inn í einhverju lúpu, veist, og þú bara ferði í bara eitthvað svona, einhverja sköpunar klikkun bara. Sko, ég fer kannski ekki beint í eitthvað svona manjur, ég ekki beint kannski með manjuskur. Nei. En þegar maður kannski að vinna í einhverju lagi sem að kveikir eitthvað í mann og maður spenntur fyrir, að þannig að það bara í mann og meðan maður einhvern veginn heldur áfram þannig að maður lendir einhver stað og svo oft það þá kannski komið einhver stað sem þetta bara uppbóðslæmi og svo maður bara hlusta út í bílnum og maður, þú veist, bara finnpúsa. Já, fyrst ég bara að nota þetta bara í eigin neyslu, skilur, bara mjög fljótlega fer þetta bara beint í enga neyslu og svo þroskast það kannski þar og það sem hættulegt við þar að ég kannski bindst í og taugafræðilega og mikið áður en ég held áfram með og klára það. Þannig að það er erfitt að klára það ég er bara þegar búinn að einhvern veginn bindast í þannig að það má einhver breyta. Af því að þetta er bara orðið heildræn upplifun, skilur. Shit, þú ert að lýsa bara eitthvað svona samband við tónlist en ég er bara blanko gagvart, sko. Nei, það er náttúrulega svona þegar maður gefur sér einhverju svona alfarið. Bara eins og frímerkjasafnari. Man lífið hans er bara frímerki. Ég þekki þetta með smíðina. Þegar þeim sé að vera að gera upp húsið, sko, og er í áhlaupum, sko, og er að vinna með dítela og annað, sko. Ég er búinn að smíða verkið löngu áður en ég actually bara fer í gang, sko. Ég er búinn að liggja bara upp í rúmi, bara, í svefnleysi. Ég er búinn að fara í einhvern einasta dítela, ég veit nákvæmlega hvað endar og hvernig, sko. Þannig að þetta er svolítið það sama, sko. Að vísu ekki, en ég nálgast tónlist ekki svona. Nei, ok. Það er aldrei neinn sérstök fyrirframhugsun. Nei, þú ert ekki með hana, þú leyfir henni að fæðast hægt og rólega þá. Já, sko... Tekur þú bara eitthvað fyrsta skref? Sko, ég heyri kannski eitthvað fyrir mér, en svo er bara svo gleymin, að þegar ég kom í stúdíu, þá er hún gleyma. Gleymin? Já. Bara... Já, þú veist. Að ég heyri ekkert línu fyrir mér, og svo ef ég heyri eitthvað línu og byrja að reyna að spila hana, því ég er ekki góð á keyboard, að þá bara strax bara er komið eitthvað annað og ég er búinn að gleyma línunum sem ég var að reyna að peka upp, skilur. Okay. Hvernig fæðist á lagið? Hvernig byrjar þetta? Byrjar það bara að tikka og svo kemur einhver kljómur og svo? Já, sko, það er eiginlega tvær aðferðir sem að byrja eitthvað svona hugmyndir. Þetta er eiginlega alltaf þannig að ég er fyrst bara að reyna að finna eitthvað mjög einfalda hugmynd sem að mér finnst eitthvað gangu bara sem einföld. Og annarkvort er þetta þannig að það er að ég fer á hljómborð sem er polyfonist sem ég get ítt á margar nótur einu og gert hljóma og gera eitthvað þar svona bara eitthvað og svo kemur kannski eitthvað og aspekju eða akkordar eða eitthvað svona og svo kemur bara eitthvað stef og eitthvað svona hljómhreyfingar og eitthvað svona og það er kannski bara eitthvað lítið lúpa og svo maður kannski bara eitthvað neina að pæli henni svo spilaði kannski fyrir Daniel og hann finnst þetta flott svo kannski og þá kannski sendir hann gerir ykkur á vókalhugmynd og þá höldum við það og klára það en ef hann fílar það ekki það kemur ekki þá kannski bara verður ekkert meir úr því nema ég gerir úr því eitthvað einsund en það er eitt að vera svona kort en síðan er hitt sem er líka mjög áhugavert sem ég gerir mikið að vera það að ég er með svona módular synta sem eru þannig hugsaðar þetta eru svona hljóðgerðlar sem eru mjög svona open architecture og ég get gert alls konar hluti þar sem er ekki
sem venjulega ekkert hægt í svona venjulegum symptom. Ertu þá að fikta bara einhvern snúrum og svona? Já, maður tengir einhverja snúrur og... Lóða á svoleiðis? Nei, ekki það. Okay. En maður getur ekki, eins og núna ég að gera svona hluti þar sem ég að pæla rosa mikið svona stereo, hvernig ég get sko splittað oscillatorinn sem hljóðgjöfum og sikur á megin og get sko módulegur mismunandi hætti þannig að þeir séu kannski sko að flökta í skala grundtónnin helst en skalaflökti gerir eitthvað geðt stereo og svo það kannski filterað í stereo sem enginn En hvaðan kemur þessi hugmynd? Hvaðan kemur þessi hugmynd? Af hverju færðu þessa hugmynd? Þessa? Maður sé bara möguleika á græðanum en ég var að prófa, já, hvernig var að prófa þetta og þegar maður skilur næðis hvað er virkað og þá fær maður eitthvað svona að prófa eitthvað og reyna að gera eitthvað sound og aftur þetta þannig að þá er ég að gera eitthvað og svo fæ ég eitthvað geggjað sound og þá bara, wow, geðt sound geðt sound og svo bara, hvað er þetta sound vil ég láta gera vissi? Það er ekkert hvað sem er. Þú semur ekkert píanóverk fyrir flautu. Skilur, flautuverk fyrir píanó. Og þetta sound er bara eins og eitthvað svona instrument. Það er eitthvað sem hentar þig og annað ekki. Og þá er maður aðeins bara, þú veist, einhvern veginn, að því að það vil, þú veist, svo maður er eitthvað að prófa og svo gerist eitthvað sem hentar soundum. Kannski eitthvað sem það vil, ég veit ekki. Þá þarf maður kannski að vera pínu galinn til þess að halda að soundið vilja eitthvað. Eða kannski bara eitthvað sem mér fannst passa á soundinu með eitthvað svona, eitthvað samansafna meðutum og ómeðutum minningum bara hvernig músík fungerar, skilur. En ég meina, er þetta ekki bara eitthvað svona abstrakt málverk? Ég meina, þú veist, sérðu þá ekki bara eitthvað soundin fyrir þess, allt svo bara annarkvæmt í einhverju formi eða í litum? Ég sé ekki neitt sound fyrir mér. Já, heyru þau, maður nota eyrun. Já, en sérðu þau aldrei í formi, eða þannig? Nei. Þú sér bara, þetta fyrir mér er þetta bara svona flöt kurva. Nei, ég hugsa þetta ekki þannig. Í alvöru? Nei. Wow. Þetta er bara sound, skilur? Eða, veist, þetta er bara, þú veist, ég get, þú veist, til þess að fara alveg inn í tónlistum þá lókar maður augunum, skilur? Maður opnar ekki augun og reyna eitthvað, já, þeir passa fugl og veist, eitthvað, maður myndskreitir ekki tónlistum, skilur? Eða, veist. Það er kannski ekki alveg kannski það sem ég á við, sko. Nei. En sumir eins og Bubbi sér eitthvað í litum eitthvað svona, ég ger ekkert slíkt, sko. Nei. Þú veist, annarkvort fæ ég gæsahúð eða ekki. Og ef ég fæ gæsahúð, ef það ekki gæsahúð, þú er bara raunverulega gæsahúð, bara alveg raunverulega gæsahúð. Já. Og eitthvað bara svona sjokk, bara eins og bara kemur eitthvað bara, Margrét kemur bara inn með þess að geða ykkur rödd bara og svo kemur eitthvað dropp og hljómaskipt og maður bara mælur þetta þá bara eins og einhvern veginn þegar við vorum að vinna í lagi sem heitir Simple Tuesday sem kemur í maður með lokablöðinu og það var eitthvað, við vorum búin að vinna lengi í því á Daniel eitthvað svona og eins og mjög mikið af þessum lögum á plötunni, þá vorum við eiginlega búin að klára að vera Margrét kemur inn í spilið og hún kemur bara inn í spilið þegar Sara sem ég ætla ekki að fara út í, ég geti bara að lesa þetta eitthvað á netinu, ég hendi það er eitthvað demo sem hún gerir vokal við og er bara geðið og við klárum það og það er cirka ár síðan og svo vil ég draga hana bara meira inn í þetta, skilur og þá eru lög sem við erum á borðin sem að vanta eitthvað til þess að klára og sérstaklega fannst mér vanta eitthvað í kórusina til þess að gera á stærri og þá kom hún inn og við fundum hlutverk fyrir hana í kórusunum og svo bara hérna vorum að prófa eitthvað í lagi sem heitir Simple Tuesday og ég sagði bara, syngdu bara sko, Daniel er eitthvað svona, reyndu bara að syngja og reyndu bara að halda sama tónum bara þetta í gegn, bara verðu ekki þú að gera svo mikið reynd, þetta reyndu bara að halda þetta svona direct, bara þínu soundi og svo hann eitthvað, þú veist, bara eitthvað prófa eitthvað og svo vorum við að prófa eitthvað og svo tók ég upp og svo spilaði þetta baka og svo bara það bara og þá heyri ég frá henni, já, fannst það? Já, og svo, gæsa það? Skilur, fundum við bara, já, og þarna ertu komið með eitthvað alveg gilt hlutfall. Sko, þarna ertu komið með bara eitthvað massíft abstrakt bara listaverk, það sem er bara ákvörð, bara rétt stærra hlutfall, rétt lita hlutfall og rétt að tekingur og milli litum. Í hljóðrýminu. Í hljóðrýminu, sko. Og líka, og það sem er kannski annað með hljóð versus mynd, er meira svona eins og með kvikmynd, er að það er hreyfing, skilu. Bara eins og getur hort á eitthvað geðveikt skot sem er bara þú sekkur inn í eitthvað drama og svo bara gerist eitthvað hreyfing og þú bara það er sama í tónlist þetta er svona svipað en þú ert að vinna með hljóðrými og hvernig menn geta numið hljóðrými er bara hvort að menn hafi eitthvað æft síðan að hlusta á tónlist eða hvort menn hafi bara verið að hlusta á sama uppbóðslega síðan þeir
voru 18 ára og hafi reynum verið ekkert þroskan eða aðra hlustur heldur bara hlusta á þetta eina lag, skilur hvað og fólk bara búið að harðnýrað inn í bara, þegar ég setja þetta lag á þá líður maður bara eins og ég sé aftur 18 ára og það nóg fyrir. Ertu ennþá að hlusta á Queen, eða? Queen, en skilur hvað og sérðu akkurat þarna hvernig fólk notar tónlist til þess að kveikja í gömlum minningum. Ekki minningum. Nei. Hvað meinar þú? Líðan. Tilfinningum. Gamallir tilfinningu, ekki tengt minningu, heldur bara eins og einhvern veginn dag, hvenær var það? Mér fannst þetta svo gæð. Já, vá, heyrðu. Ég var daginn bara búin að klára plötuna og svo bara einhvern veginn var ég að hlusta og heyrði eitthvað lag, bara hérna eitthvað svona ítaladiskólag og ítaladiskólag sem var svona mitt Giorgio Moroder með já, að vísa aðeins og þetta var eitthvað svona mínu Kato og Kano og það allt sko já, Kano með eitt af mínum uppáðslöðum að náðalega instrument bara hlusta á það, ég fer alltaf í lost eitt af löðana sem Sigrún sko ákvað að byrja með mér já, vá maður, ég hlusta það var að ég hlusta þegar ég var 18 það tekur mér tilbaka og það var, ég grét þá líka. Ég mæli þetta frá gæsað upp í grátur. Ég held ég hafi grátið 3 sinni í lagi. Það var Kano, það var Jimi Hendrix, hvað heitir það Watchtower lagið það? Nei. Nei, það var ekki eitt það var nei, ok, ég fyrir að kemur tíminu eftir en þriðalagið, var það? Nei, svo var þriðalagið, ég táraðist aðeins ég hlustaði á Attention-plötunni það var eftir til sæðir, það er hvað heitir það? Svona urðutók söng? Nei, það söng enginn. Já, það Definition, Detention. Já. Ég held að þetta það. Það er engin söngur. Nei, það var bara kortar og... Já, það var geggja, sko. Ég þarf að googla þetta drasl, maður. Já, það var rosalegt, sko. Ég er alveg blanko. Er þetta eitthvað ítalst? Kano, það er Nei, sko, Guðskíslagi er bara strengja svona moment og það er eins og hann segir, það er rosalega það er alveg svona típist eitthvað svona sem ég fer bara syndan og bý til eitthvað sem ég bara búa til eitthvað svona tilfinningarung, skilur ég kallaði það, þetta er ljótt orð yfir þegur en ég kallaði bara til þess að hljóma kannski ekki of eitthvað með það, skilur þetta er bara það sem þetta er en akkurat, þannig að það er rosalega gott dæmi eitthvað sem ég gerir bara á hljómborðið og sem leita þessari tilfinningu og þetta tilfinningarlega stóð bara nákvæmlega þannig það átti ekki að frá plötunum og Steppi sagði bara sett þetta á plötuna, já, ok ég lifir að hlusta á hana eftir að náðu live sem er Guðskus Nei, ég ætla að tala um klára fyrst ítaladiskóið það var rosalega mikið eitthvað sem ég byrjaði að elska þegar ég var 14 ára og kynntist tónlist í fyrsta skipta því að það var engin tónlist á mínu heimili bara ekki neginn, ekki spilaði eða neitt og svo kynntist ég tónlist og kynntist eitthvað DJ-um í Hólabergsskóla og komst einhvern veginn inn í eitthvað ítaladiskó sem var svona trommuheila, synta, diskotónlist og svo var ég daginn einhvern veginn datt inn á eitthvað lag og ég var svo heltekinn af því og því mér fannst þetta að vera svo mikið post-covid anthem og ég var einhvern veginn bara grenjandi yfir þessum kórus með gauð sem heitir Fancy flott nafn og ég að lana honum og það er alveg þetta og ég losnaði ekki við það þannig að ég byrja bara að pikka það upp, skilur og svo var ég bara að gera það og syndana og svo þurfti ég að syngja eitthvað svona og svo var ég að hlusta það og mér fannst þetta svo geðið og allt einu bara fekk ég bara sömu tilfinningu eins og þegar ég Breiðholtinu 14 ára bara að upplifa tónlist í fyrsta skipti og krassaði Lime sem var eina af mínum uppáhalds ítaladiskó hljóftum á eina blokkunum í Dúfnahólunum Lime ég held að sé búið að mála yfir það en það var eina vekjagrótið mitt en ég fekk bara svo geðveiku nostalgíu tilfinningu, ekki bundin einhvern stað þetta bara tilfinninguna, fann bara wow bara líkamlega já, bara líkamlega, sömu líkamlega tilfinningu eins og frá þessum tíma og það var alveg rosalega spes og það var ekki minning, heldur var bara að vera að kveikja í einhverju efnafræði einhverju gammalri blöndu sem var bara hrist upp í einhverju botnapi mögulega bara sem situr það bara býður eftir að vera vakin já, því að það er sannarlega þá einhvers konar tilfinningaminni sem er óháð einhverju svona kannski sem er óháð einhverju tímaminni já, geggjað maður klikka sko þetta er alveg galið
Við erum svo áhugaður kvikindi. Já, mér er þetta svo framandi, sko. Þetta, sko. Já. Tónlistin þá? Já, ég kann svo mikið að meta þögnina, sko. Já, hún mjög gott saman. Þú hefur nokkur sinnum boðið mér inn í bílskór, inn í stúdíó hér, sko. Nú hlusta á okkar nýtt, sko. Svo hækkar það svo mikið. Og ég bara... og þetta kannski bara eitthvað 4 mínútur, bara eitthvað... og ég bara eitthvað eimsitta, sko. Ok. En fyrir mér er þetta svo framandi, þú ert að lýsa þessu, þú ert bara hérna... Þú veist... En já, en mér langar aðeins að... Ég sko, ástæðan fyrir því. Já. Það kannski bara fyrir hverju? Að ég hlusta svona á. Já. Eftir orðin heyrnarlaus eða eitthvað? Nei, ég veit ekki. Nei, sko, ástæðan er bara svo að, þú veist, þetta er bara eins og að fara í sjósund. Fattar þið? Ég skil það. Ef þú ert ekki vanur að fara í sjósund, það er þetta kalt að fara út í þessi skipti. Og ég er bara, kannski í mínu sjósundi í stúdíónu bara, og þetta er bara geggja, -5 gráður, bara ekkert mál, skilur. Svo kemur þú í heimsókn, maður heyra lagið, og það hendir bara út í -5 gráður laugina bara. Og fyrir þig er þetta bara alltaf mikið. En fyrir mig er þetta bara, þú veist, ég er búin að venjast þessu. Og á þann hátt að þessi hávaði, eins og ég bara teka hann inn og svona, þá er bara allir vírundir bara flæðið allt í gegn. Og það er bara, yes, skilur, bara alveg nákvæmlega þess að þú kemur upp úr sjósundinu og bara líka með alveg lúandi heitur og þú ert að... Kannski er ég streitast á móti, skilur, þegar tónlistin kemur og bombar á mig, sko. Já, kannski þarftu bara að koma í meðferð, fyrst svona, svo hækka smátt og smátt. Já, og læra hleypin inn og gefast upp fyrir tónlistinni. Hleypin inn í gegn, bara gegn. Já, einmitt, já. Eins og með sjósundið, sem, by the way, þú ert alltaf velkomin að koma með okkur á miðvikudögum, kl. 4. Smíð kuldaskræða. En ég þarf kannski að vinna á því. Mögulega. En skilur, það er einmitt þannig, sko, þegar ég fer út í sjóna, kannski ekki -5, en kannski svona -2. Þú veist, ég þarf alveg að taka, þú veist, Davíð, þú þekkir þetta líka, maður fer út í, maður þarf alveg að taka, maður tekur alveg andköf. Já, maður þarf að gefast upp. Það grína, ég missi sjón, bara svona, það verður bara allt ljóst, svo einhvern veginn fæ ég sjónin aftur, og synda aðeins, og svo ég hætti að synda, og ég sett fæturnar í sandinn, og ég kannski sjó hérna upp, og ég kannski í sjónlínu með öndunum, og það er alveg kyrrt, sko, og bara kemur yfir mig bara eitthvað algjör tímaleysi, sko. Líka, sko. Þarna þrífst ég, sko. Tilfinningarung. Já, ég meina, ég er það stundum að pína mig þess að fara upp úr, og svo er ég of seinna upp úr, ég fer bara í krampa eftir, sko, og er alveg 10-20 mínútur að ná mig, sko. En þú veist, ég bara vil meira, sko. Já. En ég held að þetta sé bara... Same. Nei, þetta er bara, þú veist, bara hluti af einhverju þörfgreinlega að bara finnast maður að vera lifandi. Að fá tengsl í kjarnan. Já, þá þarf maður að upplifa eitthvað. Já, einmitt. Maður er ekki lifandi ef maður upplifir ekki neitt. Nei, einmitt. Og ef sumir hafa kannski mismunandi þörf fyrir að vera voða lifandi, þú er mikla þörf fyrir það greinlega. Já, en ég hef ekki fundið það beint í tónlist. Nei, en í sjósundi. Já. Og ég mikla þörf fyrir eitthvað svona, líka kannski á mínum hætti. Bassi gerir reyndar eitthvað fyrir mig. Bassi. Þungu bassi. Það er eitthvað sem ég fíla, það fer alveg inn í mig. Já, það er líka bara svona bylgjur sem hafa, sko, hreyfa bara, sko, náttúrulega bara ekki við tilfinningum heldur bara hreyfa bara molekúlin, skilur. Þannig að þú finnur bara losna þessum spennu hérna í mjóringnum eða þú finnur bara losna eitthvað því að það er bara, þú veist, eins og maður sér ofta þegar maður er á klúbbum, þá bara eru stelpur bara beint komnar hún á bassapókinn, skilur, bara. Þú veist það ekki á Prímus, þú veist á Prímus? Nei. Það er bara bassakóngur. Ok, tjekka á því að það er rosalegt, sko. Shit, man, ég komið verið. Ég er með tónlist allan daginn, meðan ég læri, meðan ég hugleiði, meðan ég bara allt. Meðan ég með börnin þá er ég með á, og svo veit ég bara hvað er að segja. Já, þú ert það meiri í neyslu á tónlistin en ég. Ég veit það ekki, sko. Ég er allavega ennþá frekar sár út í foreldra mína fyrir að hafa ekki ítt mig meir út í tónlistanám þegar ég var yngri, sko. Tónlistanám? Eða bara læra á hljóðfæri, skilu. Það er einhver leiti mér að kenna og einhver leiti þeim að kenna, en ég er með meðvitað það núna, skilu, með mín börn, sko. Líka að skapa, því þetta er þannig, svo þarftu bara að virkja að það er til staðar, sko. Kannski hefði ég ekki tatt inn áhugaði, en ég allavega í seinni tíð hefði ég viljað, það er aldrei á seint. Enda er þetta líka bara, þú veist, þetta er bara eitt af því sem hefur líka verið gerð svo miklu auðveldara fyrir bara almenning hvert sem er að koma inn í að skapa tónlist með þessum framförum í tækni. Já, nákvæmlega. Þannig að
þannig að fyrir þá sem hafa sko sköpunarþörf gagnvart tónlist, að þá er það miklu auðveldara. Meina dóttir mín, ég held að við sendum hann í eitthvað svona tónlistarnám og eftir 4 ári á víolunni þá var engin breyting, skilur. Og þetta bara að reyna að sarga saman lagi, en hún hætti í því, en hún er alveg forfallin tónlistarneytandi, sko. Veist, en hún fór ekki sjálf í sköpunna. Hún er bara, þú veist, það er eins og að sé bara hún lappið með eitthvað nýflugna gerir í kringu sig, það er alltaf það sem hún lappar, það er alltaf tónlist, hún er alltaf með tónlist í gangi. Það er þannig að hún lappar bara og það er tónlist sem fylgir henni. En hún hefur ekki fundið neina sérstaklega þörf fyrir að fara að skapa tónlist. Spilaðir þú hljóðfærið þú varst lítill? Nei, þú varst ekkert í því? Nei, ég vissi ekkert að tónlist, skilur, ég vissi ekkert að það væri eitthvað til, það var ekkert að pæla í því. Það var engin, það var ekkert verið að pæla í þessu á mínum heimili eða í mínum, skilur, þannig að það sem að kynnist ekkert færi maður náttúrulega engan sérstaklega áhuga. Nei. Svo kynnist ég bara að lausa tónlist í gegnum vini, Svein, af því að hann átti eldri bræður og þeir voru að hlusta á Mike Oldfield og Jean-Michel Jarre og það fannst mér áhugavert, skilur. Hvað varstu gaman þá? Það var bara svona svipaleiti og svona, bara svona rétt áður en ég fermdist og fekk þá eins og allir fyrir gamla dag, plötuspilara og margar hátara. Það byrjaði þetta? Og þá fór maður að kaupa ykkur plötur og fyrst náttúrulega bara sem maður ekkert hvað maður var að leita og svo svona Áttu fyrstu plötuna hennar? Já, Casey and the Sons sem það. Áttu hana? Já. Ég ætla samt ekki að spila hana fyrir því. Það er fyrsta kassetan minn? Já, núni. Já, keypti hana Beastie? Keypti hana, hvernig var það? Það ekki verið 86 eða 7. Það minnir mig þetta nýja samkvæmisleikin sem ég og Sigrún nefnum kom með. Ok, segðu okkur, mjög spennt. Það er við erum aðeins að setja saman sko að því að það það var eitthvað bíómynd búin að vera í gangi sem þetta Yesterday, við búin að sjá hana? Nei, bara eitthvað svona bara svona aðþrengadella, bara eitthvað Gauð sem verður fyrir slysi Já, og svo eitthvað þannig kemur hann og þá hafði eitthvað Bílarnir hafði aldrei verið til Já, hafði aldrei verið til, en hann man þetta og eitthvað 2 aðrir eitthvað svona og svo eitthvað neginn og við fórum að pæla ef þú þurftir að velja af því að svo var ég bara deginum á undan búin að heyra eitthvað viðtali í útvarpinu við eitthvað guður sem elskaði Rolling Stones fannst þeir vera og var ennþá Rolling og bara hlustaði bara Rolling Stones ekkert annað, og ekkert annað sem skiptum máli bara Rolling Stones Ég hef hitt nokkar svona og hann saði eitthvað svona eins og bara ég meina sko Beatlarnir ég meina Rolling Stones skilu Beatlarnir þeir sem I want to hold your hand and Rolling Stones þeir sem let's spend the night together ég meina það sko þannig að maður fattaði bara þú veist það sem hann var að leita úr tónlist var það sem Rolling Stones var að bjóða upp á kannski aðeins meira krassandi en ekki það sem bílum voru en samt held ég þannig að ef maður þurft að velja bara standa fram fyrir þér ákvörðun ef þú þurftir að velja hvort er þið strókað út úr tilvistinni bara alfarið og öll áhrifin og þú þurftir að velja annarkvort Beatlana eða Rolling Stones Rolling Stones Beatlanir, út með Beatlana Þokkalega með Þeir mátt hafa búið, það er svo afsprengið að Beatlanum er svo mikið Já, Rolling Stones, það er bara Rolling Stones ég veit það, en já, ok Stílinn meira Rolling Stones En þú komst með Beatlana, en við veitum ekki fara að leysa þetta mál þetta er oft, þá voru að pæla í öðrum opsjónum í svona blóðuga baráttu og hvort myndið þú vilja stróka Beastie Boys eða Public Enemy Ég myndi stróka út Beastie Boys Já, ekki? Jú, ég myndi gera það Ég hugsa það líka Public Enemy, vel valið Jú, Public Enemy þeir voru stórir og það var of stórt Þetta er bara eitthvað súrt eftirpartí sko Netpartí, skilur en sko Public Enemy það var samt brutu þér ákveðin múr fyrir hvítamannin og þeir náðu líka þegar þú hlustar á þetta þeir eru að koma úr pöngin blönduðu saman rocki og funky skilur, í gegnum þetta ennan hip og media og líka er einn að veru þú veist og í gegnum þetta poetry sem rappið svona, þú veist Public Enemy gerði það líka með því að setja svona dálítið bara svona veruleika svartra bara Já, það var svo pólitíski sko bara þeir voru up your ass skilur bara þannig skilur bara þannig að þetta var ég bara segja
En sem hana, sko, mér langar aðeins að heyra með Guðskus. Þú veist, Guðskus búið að vera til alveg bara síðan ég var bara eitthvað svona. Það ertu ekki eitthvað svona há? Kannski stækka hvað síðan? Svona 20. Skilur, þau eru búin að vera til, hvað lengi? 20 og... Þegar 95. 26 ár, ok, vel gert. Þú veist, og fyrir mér þetta búið að vera bara eitthvað svona eitthvað svona fjölistahópur. Þú veist, alls konar lið, stundum bara eitthvað 20 mann, stundum bara 2, stundum bara, eða 1, svo bara eitthvað 30, og nú þið 2 og svo komin eitthvað svona sidekick hljómsveit, eða ekki? Nei. Vög? Hvað er það? Sidekick hljómsveit? Hvað er það? Það er bara hljómsveit sem á sitt líf. Já, en þið eru orðin einhvern veginn svona tengt. Nei, við erum bara eins að fá hana að lána hana Margrét úr Vög í þessari plötu okkar núna. Bara eins og Högni var í Hjaltalín. Hann tók Mexíkó. Hún bara aðeins með okkur í Arabahestin og Mexíkó. Þetta er svona samstarfsverkefni en undir nafni eru henni begge hljómsveita. Já, sko, það má kannski eiginlega segja það að það sem að, sko, svona defying moment í þessu var það bandi byrjaði í nefndisinu sem svona fjölista eitthvað, kringum einhverja bíó og einhverja stuttmynd og þetta var einhver hópur sem var að gera tónlist og það var ekki beint eitthvað band, skilur, þetta var miklu einhvern veginn stærri en það út af þessari mynd og þetta voru, þú veist, Emiliana Torrini og Daniel August og líka hún Heiðrún Sigaretts og eitthvað svona og einhverjir og náttúrulega Hattusund og sem var þá í öðru bandi með Sigga og einhverjum og Palla Garðars og eitthvað svona og það var bara eitthvað svona bræðingur eitthvað og þetta var bara eitthvað músík sem að Siggi og Daniel vildi gera og svo vildi Daniel gera eitthvað elektrónisk tónlist og þá fóru þeir eitthvað svona að reyna að pæli hver það ætti að vera og Stefán Árni sem var í þessu kvikmyndabixi vissi eitthvað mér og það endaði einhvern veginn þannig að hann og Daniel kom í heimsókn ég spila eitthvað tígult fyrir hann og þeir spurði hvort ég vilja vera með og ég talaði Makaleko sem var með tígult og við séum bara já, við erum tilbúin að fyrir eksperimenta með að gera eitthvað pop þannig við komum inn í þetta og erum það bara að gera þessa músík kemur eitthvað plata og þetta var ekki bent svona eitthvað svona hljómsveit þetta var svona bara svona pródúseringarverkefni bara búa til tónlist og svo náttúrulega settum við saman einhverja tónleika og heldum nokkra tónleika heima með einhverja svona visualsýningum og svo heldur bara að þetta er búið svo fengum við fax frá Fóriði sem við góðum fyrirtæki í Bretlandi mjög virt Gold Pixies og svona mjög virt í indie-bransunum vildi gefa okkur út og þá eiginlega ákváðum við að vera hljómsveit og þá var bara hverjir eru í þessari hljómsveit og þá voru 9 sem voru svona semi-valdir og vildi fleiri vera með en fengu það ekki skilur en við fórum 9 þetta voru þeir sem voru kannski svona aðalspilarnir á plötunni og það voru einmitt sem sagt 3 söngvarar Maggi Jóns, Hafdís Huld Daniel August og líka við þessu Emiliana Torrini en hún vildi ekki vera í bandinu hún sagði nei, ég vil ekki taka það hún var ekki í bandinu og hún væri með lög á fyrstu plötunni og hún segði að það eru 4 söngvarar á fyrstu plötunni og þetta er eitthvað svona pródúseringar eitthvað til samt með svona Daniel sem svona ákveðin lít skilur og svo förum við í næstu plötu bara með svipaður uppskrift af Maggi Jóns, Daniel August og Hafdís Huld og svo hreimur allt saman Af hverju, hvað gerist? Það bara, þetta var alltaf mikið fólki með alltaf mikið, alltaf ólíkt fólk og svo bara Ég var að hugsa bara, hvernig er þetta hægt? Ná, þetta var ekki hægt, það er svona hluta og það sem gerir síðan í kjölfarið er það að þetta hefði verið endalókinn á bandinu nema að bara rétt áður en að svipum tíma eins og þetta var að hrynja áður en í raun og verið að hrynja endalega þegar Daniel hættir í bandinu áður það gerist þá settu við saman plötu sem kom árið 2000 sem Guðskus vs. T-World sem voru gömul lög sem ég og Maggi Leko höfum gert sko 93, 94, 95 sem var sett saman ykkur plötu gefin út undir nafni Guðskus sem Guðskus vs. T-World árið 2000 og okkur var síðan að boðið að túra instrumental þannig að ég og Steppi tókum eitthvað að heita þú veist, ég gæti ekki gert þessi lög en við gerðum bara eitthvað annað skilur, og fórum síðan bara eitthvað túr og spilum einhverja nokkra instrumental gig og svo fórum við og með þetta og svo akkurat svipum tíma þetta var að hrynja og Daniel gekk úr bandinu og við vissum ekki hvað við nákvæmlega vorum að gera þetta gerst alltaf svipum tíma og við vorum þá bara að fara í einhver túr í Frakklandi þar sem við vorum í einhverju rútu með einhverjum suður-afrískum rappurum og einhverjum frönskum rappurum og einhverjum frönsku bandi sem var eitthvað svona með lúðradót og við vorum eitthvað þvalast með þeim í rúta þetta voru eitthvað svona 4 festival og það tókst svona gaman
og við vorum að enduðum alltaf með eitthvað svona instrumenta brjálæði og svo skapast eitthvað stemming, það var gott veður og það var verið að spila fótbolta eitthvað fyrir utan rútuna, fólk kynntist og svona eitthvað og það var gaman og skemmtilegt og jákvæðni og svona og svo þetta eitthvað æstir, bara má ég ekki koma, bara blása í lúðurinn með ykkur á síðustu tónleikunum og svo vildu rapparnir koma líka og eitthvað svona og svo endaði þetta því að við gerum tónleika við spilum eins og með það og allt liðið sem var að túra með okkur kom einhvern veginn bara og frístæla eitthvað bara eitthvað bara suðurafriskir rapparar og einhverjir franskir gaurar og einhverjir lúður og eitthvað svona og eftir þetta sem við höfum bara áfram fáum bara eitthvað annað fólk til þess að fronta bandið. Þetta alveg lífrænt. Já, og þannig að þá ákveður raun og veru að halda áfram þráttur að væru allir söngvarnir farnir og þá dúkkar hún urður upp með því bara einfallega banka í Magaleg og Steppa og segja hei, má ég syngja með ykkur á kaffibarnum þegar það er DJ næst og svo hún bara komin í bandið og við búin að ákveða að halda áfram og finna bara eitthvað annað þess að framta þetta út af því að við fengum svona, þú veist, góður undirtektir með þessa instrumentarplötu og þannig að þá höldum við áfram. Þá nú búið að setja example að bandið má breytast, það má umturnast. Þannig að það eru urður hættir, þá bara bara hvað næst, þá bara Daniel aftur inn og svo bara, hei, gerum við fyrir geðið eitthvað plötu, ég er búin að vera að tala við Högn eitthvað, það hefur ekki fáið til, eitthvað. Þá bara stemmingin í bandinu að framlínan hverju við vinnum með þess að delivera lagið, bara Já, var það þá bara einhver staður í sögunni þar sem þeir nánast bara slepptu tökunum á þessu og accepteruðu það að allt má bara breytast? Nei, við slepptum ekki tökunum, við réttlættum þetta bara fyrir sjálfum okkur það megi gerast út af því að við gátum gert það, við gerðum það, við gáum út plötuna Attention með urði og bandarækjumenn höfðu þetta og vildi aldrei sjá okkur aftur og frakkarnir líka þegar Emiliana var farin en Bretarnir voru bara í David bara og Þjóðverjarnir bara elskuðu þetta shit skilur, þá bara komið nýr grunnur en við mistum mistum tengslið við ákveðin hluta en fengum annað fólk í staðinn og svo bara þetta eitthvað og svo þegar við gefum út Arabian Horse að þá bara hringja rússarnir bara hei, komdu hingað strax við erum hérna með ætlum bara að bóka, nú túrið þið bara Rússland 8 borgir og þegar þið eru vinsælistir í Rússlandi eitthvað svona, skil. Þá gerist bara eitthvað svona með þannig að þú veist þannig að þetta gerir það líka verkum vegna þess að söngvarnir hafa verið svo ólíkir og kalla á, þú veist, bara á annars konar nálgun að það hefur líka dálítið svona, þú veist, dálítið ítt bandinu að gera mismunandi hluti. Þú veist, það getur vel verið eitthvað að segja bara, hvað er að sándi alltaf eins maður þekkir alltaf guðsúsándi, en það samt, einhver þróun í gangi, alltaf eins og ég upplifði, við erum að prófa nýlinn hluti og gera eitthvað, þannig að það er allavega fyrir okkur, þá erum við alltaf í sífildirleik og sífildirleik og sífilt að fástu við einhverja nýju og spennandi hluti að okkur finnst. Við erum ekki bara að gera, þú veist, eitthvað bara eins og eitthvað AC/DC lag sem við hefum daginn, sem var samt að bara eitthvað eins og eitthvað AC/DC lag í sendi sem er bara aðeins öðruvísi. Fattur það? Við erum ekkert að gera 90s-lögin okkar lengur. Og við erum ekki að gera Attention-lögin okkur lengur. En allt það samt einhvern veginn komið inn í mixið, þannig að þegar þú hlustar á einhver lög, þá getur þú alveg heyrt, já, þetta nú eitthvað, þú getur alveg heyrt tengingarnar inn í fortíðina. En við erum samt sem að vera að vinna með nýtt viðfangsefni, eins og þessari plötu sem svona kafa, bara svona onni bara svona new wave sem við höfum, sem við hérna, og já, bara sem við byrjuðum til dæmis á lagi sem heitir Sustain og þannig að við erum svona með svona annað svona Gary Newman-legt eitthvað svona þú veist og eitthvað bara svona rock country orientar að synda eitthvað svona já, þetta svona Hvenær kemur þessi plata út? Nei. Gekkja maður, spenntur. Já, komin trúlega. Gekkja. Hvernig getur þú ég er ekki að segja þú þurfir að gera það, en ef þú væri beðin að skilgreina hópinn, sko. Guðskurs? Já, í dag. Skilgreina hóp? Já, bara, ok. Skilur, ef þú myndir setja eitthvað svona nokkur orðað, bara hvað þið eruð í dag og allt breytingin hátt. Já, við erum 3 manna hljómsveit sem 2 söngvarar og 1 pródúser sem ég og við erum að gera electronic country. Gekkja maður. Country. Já. Country? Var það svoleiðis? Nei. Já, ég segi það. Hvað kom yfir þið með country? Það fólk skilur ekki hvað er að tala þegar ég er í country nema ég útskýra mjög vel og þá kannski fattar það smá. Ok, ég ætla að setja mig. En það þarf að heyra tónlistina þannig að ég get ekki útskýra þetta fyrir þér.
Þú mátt ekki sjá hann. Það svona hlöðustemning eða? Já, nei, þetta meira bara, þú veist, hvað þetta stattur? Þú hlustar á það. Þú stattur í borg, eða þú stattur í sveit. Ég stattur í bestu götu í Reykjavík. Já, en þú hlustar á plötunum, þá veitu, allavega fyrir mig er þetta svona, eða þú veist, mér fannst, ég allavega staðsett en í heilanum daldið þannig að þetta væri svona daldið, kannski hana í mafíufyrðinu hana fyrir norðan, einhvers staðar í grennd við hana automatíska hana fjósið og þetta er einhvern veginn svona bara, já, eitthvað svona vélvætt sveit, það sem allir einhvern veginn bara einhvern veginn í einhverju tilgangsleysi, þannig að þetta er allt einhvern veginn automatist og það er bara eitthvað, skilur. Bara svona, kannski alltaf svona bara svona ákveðið svona kannski reflection bara á tilvísun almennt. Og svo var það líka bara þannig að þegar Daniel er bara eins og hann er og ég ætla ekki að útskýra það nefnum bara og það gerist að þegar við hæðum á bítið, ættum að vera fyrir þess að partí og hæðum að þessu bítið, þetta hægari bítið á þessu bítið. Og þá fór hann bara að syngja öðruvísi og hann er kátt, hann er svo mikið, hann er svona nýljón elektrónískar tónlistar, hann er alltaf þannig, fannst mér, þannig að mér fannst hann vera svo mikið svona, þú veist, sveita sound-on, frekar en borgarsound. Fattur, hann er ekki, fattur. Þannig að það er kannski þess vegna sem ég segi elektrónísk sveitatónlist, af því mér finnst bara einhvern veginn, eins og til dæmis í laginu Stay the Ride, þetta er alltaf svona, þetta er svona amerískt eitthvað svona sveita, iðnar, elektrónískt rock, eitthvað, dæmi, eitthvað, þið veit ekki. Er þetta ekki bara eitthvað þroski? Ég ætla rétt að hún ekki, joke. Nei, ég meina, er þetta ekki bara allt í einhvern veginn í samræmi við bara hvar við erum? Já, ég meina, þetta er bara eitthvað sem að, sko, sem að gerðist bara í svona leit, skilur. Ég veit ekki hversu þroska þetta er, en við erum bara í einhverju leit að nýjum viðfangsefnum, bara eins og listamenn eru flestir, skilur. Og eru að reyna að leita einhverju nýju og svo festist ekki einhverjum endurtekningum. Allavega að finna eitthvað nýtt sem þeir geta allavega sannfært allavega sjálfa sig að þeir sé ekki endurtekningu. Þótt að áhorfandi segir bara, þetta er nú alltaf sama sem hann er að vera að gera. Þetta lítur alltaf eins út. En ég veit ekki hvað það var mér, hversu mikið hann var að framleiða versus að fara í eitthvað nýtt, sko. En anyway. En já, þannig að við erum bara bara skapa tónlist og prófa nýja hluti og svo bara hægist og þá er Daniel einhvern veginn svona og þá bara bregst maður því og svo kemur Margrét inn og hún er með eitthvað svona eitthvað írst eitthvað dæmi og þegar hún bara einhvern veginn söng með Daniel og þá fannst mér þetta bara, hey, wow, þetta er bara eins og eitthvað countrypar, skilur. Bara, ég get bara tekið elektrónísku tónlistinni í burtu, spila bara gítar og þá er þetta bara countrypar, skilur, fattur þau? Og mér fannst að þetta væri alltaf þannig. Þannig að ég bara umfána það að væri þannig og bara og þjónustæðileginn þannig. Svo kemur bara ljós hvort að fólk mun eitthvað fíla þetta. Það er alveg ljóst að einhverju munu kvarta yfir því að það sé ekki nóg mikið dancey stuff á þessu, sko, á þessar plötu. En það er eitt lagi viðbót sem er partí en kannski kemur með eitthvað meira í haust, eitthvað aðeins með partí. Sko, ég hef með spurningu hérna fyrir fram mig sem að altså, þú talar sko, að finna svona eitthvað svona guðlegan takt, sko. Heldur þú áttu inni eitthvað svona meistaraverk sem gerir alla framtíðarvinnu tilgangslausa? Áttu þetta að komast eitthvað staðar í eitthvað sound sem gerir allt annað bara waste of time? Nei, það er útilokað. En það er ekki hægt? Nei, það er ekki hægt. Nei, það er innbyggt í okkur að fá leið á hlutunum. Já. Fattu það? Kaustu inn í en bíl. Já, ég hef prófað það, sko. Og allt inn þetta bara almálið og útrúslega upp með þér og spenntur yfir þessu og lífið fyllist að einhverju nýju og þetta er allt svo spennandi að keyra í nýja bílnum og þetta gefur svona lífsfyllingu og svo eftir 6 mánuði þá er þetta bara bílinn. Fattur þú? Þú hættir að hugsa núna eins og hann er og farin að þurfa eitthvað annað til að fá þessa tilfinningu, skilur. Og bara eins og með tónlistina, það allavega, að því ég er ekki svona, það bara hlusta alltaf á sama lagi þess að við ekki gömlu tilfinninguna því ég hlusta það lítið, ég hlusta það mikið á tónlist og ég vil nýtt stöf, ég vil nýtt dóp, skilju, ég vil eitthvað nýtt sem hreyfir mér og þetta er bara, ég vil ný frímerki, sjá nýju frímerkin, finna eitthvað nýtt eitthvað, skilju, maður er gramsari, skilju, og þá vil maður gera eitthvað nýtt og búið til eitthvað nýtt og þannig að það er alltaf
en að sjálfsögðu þegar maður kannski nýbúin að klára eitthvað sem maður finnst alveg geðveikt, þá tekur maður alveg bara, lætur að duga í smá stund, slaka bara á og getur bara eitthvað annað, skilur. Finnum við sig alveg bara svona, nú ég búin í billi, en svo kemur aftur bara, mjölkur inn, skilur. En framtíðin? Ég líka með aðra spurninguna sem mjög skrítið, kom til mín, sko, altså ekki bara framtíðatónlist, heldur tónlist á öðrum hnöttum. Mér varst það mjög áhugavert. Og ég fór eitthvað að hugsa tilbaka, ég hefur horft á Star Wars í gegnum tíðina. Eitthvað, já. Veist, þeir eru labbin og bar eitthvað staðar og þeir eru í einhverju öðru sólkerfi og það alltaf jazz. Já, mjög spes. Skilur þú, þannig að ég var svona, hefur eitthvað spáð í þessu. Já, hvernig var tónlistin? Já, ég hræðist þær alveg mjög. Já, alveg rétt maður. Ég fekk henni sem martra. Ok. Hún var svo að ég var með Rögnu fyrrandi, einhver fleiri liði sem var að djamma í Rósberg allir með gamla dag og við vorum með elleimilinu og hlusta okkur gammalt 90s techno bara var gammalt góði tíma maður og svo var ég samt, mann ég var pínu sorgmæður. Það hálfgerð martröð sko. Nei, ég er ekki búin að klára og ég man bara, ég var pínu, ég veit það var góð stemning og ég var pínu sorgmæður þegar allir krakkarnir, unga fólki það var bara að hlusta jazz Þannig að við höfum sko einangrast inn á elleimilinu með þessari nændistónlist og hún var að deyja með okkur af því að unga fólki var bara að hlusta á jazz og mér finnst þetta aldrei verið að gerast þetta sko. Mér finnst þessi músík sem krakkarnir hlusta á þetta var mikið jazz þetta svona létt jazz að hip-hop einhvern veginn með einhverjum svona megapródúsurum sönglínum sem eru svona skoteldar. Hvað finnst þið vanta? Punk, ég veit skilur, eða, þú veist, eða illa lyktandi píku, eitthvað bara sem ekki lykt af, skilur, að finna bara eitthvað alvöru shit, skilur, eitthvað, þetta svo mikið, sko, það svo, þú veist, rattirnar allar, þú veist, skorið undan botnin, þannig að þú finnur ekkert fyrir bodynu lengur og þetta allt síðan pínu, þú veist, slett og feltan, þetta alveg geðveitt himnasound og englalegt og allt svona, en þú veist, leiðu þetta honum engill, þá ert ekki mennsku lengur. Hefleira mennsku, skilur. Góð pæling. En það samt alveg fullt af tónlistarmönnum mentor sem eru alveg að vinna með hitt, sko, þeir eru alltaf svona eldri, ungu krakkar. Eins og þessi Ellie Grill og það svolítið öðruvísi, það ekki? Það vantar svona megas inn í þetta. Ég held að þegar Katrín var að hafa sig til fyrir afmælisins á laugardaginn, þá kom lag og það var einhver og svo annað, og þetta allt eins, sko, allt eins. Það var Ariana Grande og svo Giskaði og þetta var ekkert, ég veit ekki neitt, sko. Erum við ekki bara orðin eitthvað Coco Puffs? Skilur þú? Ég meina það hefur alltaf verið þannig að poptónlist sem vinsælust hefur kannski ekki verið, sko, hún hefur ekkert alltaf verið eitthvað geðveikislega progressive. En hún hefur alltaf tekið eitthvað smit úr undergroundinu. Síðan hefur verið eitthvað svona kraumað undir sem svona semi-vinsælt en svona sem fólk að fíla og svona eitthvað svona. Var búið að vera hip-hopi núna undanfarið. En svo það bara orðið pínu þund, skilur. Einu sem hafa efna á að gera þetta bara eitthvað fólk sem hefur efna á foreldra eitthvað svona, eitthvað svona garðabæðar hip-hopi. En þú veist þess bara svartsitt með tónlist í dag? Nei. En hvað sérðu fyrir þér þá? Sérðu eftir með eitthvað svona framtíðasýn eða eitthvað slúðis? Nei, ég er ekki með það. Ég er bara aðeins að reyna að skoða nútíðina. Og áður en ég fyrir eitthvað svona giska hvað getur gerst. Ég sé ekkert fyrir mér, skilur. En það, mér finnst bara áhugavert að sjá, að fylgjast með hvort að skapist þörf sem verður það sterk að einhverju breiðist við. Einmitt. Og búa eitthvað til og því verði tekið og það verði einhver hreyfing aðeins í þessu. Þetta er bara sem eins og þegar punki kom inn. Einmitt, nákvæmlega. Þá var ekki hægt að gera tónlist, það var ekki hægt að gera funk nema að vera með 40 manns á sviðinu og allir í gegnum búning og lögin væri úrstælung og væri fljúandi í gameskip og eitthvað svona dót. Og það var ekki hægt að gera rock nema að þú getur tekið sóló í 15 mínútur og væri alveg mega geðugur og væri svo konceptlega að segja að ég sýndi enginn hvað lagi fjalluðum þótt að væri 20 mínútur og það fekk ég allan tíma til að reyna að melta það, skilur. Þetta var bara einhvern veginn orðið bara ómikið þar til. Þetta var bara ómikið komið úr tengslum við sko frumið sem fólki þarf líka að fá úr þessu. Erum við komnið þangað? Ég er bara að setja þessa spurningu til látt. Ég get ekki svarað, ég er bara gamall, ég veit ekki. Ég veit bara út frá mínu verðinga, það eru krakkarnir sem að vera að svara þessu. Því að það er svo kynslóðin sem að definir þetta, ekki mín kynslóð. Hún er bara, það er bara eitthvað svona örfóður rugglitatum sem ég sem er enda á eitthvað grams í þessu. Flestir eru bara
búin að búa sér til sitt tónlistarmengi og fara ekki neitt mjög mikið út fyrir það. Og fara bara með það inn á elli heimili og hún í gröðuna. Bara nákvæmlega eins og í draumnum. Þetta fer bara til eitthvað krakkar vilja. Og það var, eins og ég segi, það verður bara gaman að fylgjast með hvort það kemur eitthvað annað, hvort það kom eitthvað svona punkt þar sem að rísa upp, skilur. Ég bara veit það ekki. Kannski verður enginn þar á því. Það líður alltaf svo verður, það ekki að bankast. Kannski. Það góður punktur. Ég með eitt inn í lokin, sko. Já. Sko, ert þú með eitthvað annað í lokin? Nei, bara skjóttu. Við fórum inn á þetta aðeins síðast. Og þið finnst þetta kannski svolítið steina, sko. Ok. En eins og þessi þarna þá. Já, nei, en sko, þú veist, varandi hljóði, sko. Já. Ég kom inn á þetta með áður, sko, því að, þú veist, áður, sko, þegar við veist með svona singularity, einingu, sko, við veist með allt efni þjappa saman í bara einhverja litla baun, allt svo rétt áður en að Miklihvellur á sér stað. Þá veistu með þetta vakúm, með þetta rými, sem að... Áður, veit ekki hvað ekki var áður? Við gerum ráð fyrir því. Já, ég gerir það. Það verður að byrja eitthvað bara að spekula. Ok, já. Þú er með en vísindi. Nei, þú er svo lélur í að spekulera. Nei. Ég vil fá þig til að spekulera. Þú byrjar bara strax að nota orð sem ekki hægt að nota. Rými og vakúm og eitthvað. Óskilgreint rými. Það er einhver undanfari. Nei, sko, eina sem við vitum. Já. Eina sem við vitum. Nákvæmlega, hvað er það? Er að það sem þeir eru að segja. Já. Er að þegar Miklihvellur var til, þá var til rýmið og tíminn. Þannig að fyrir þann tíma var hvorki til rýminn en tími. Og það eru við veitum það ekki. Og það, ég meina, þeir komast allavega ekki lengra, þeir komast bara annað, þeir veit ekki hvað hínum meginn við, skilur. En ég meina, akkur þarf að vera rými og tími. Akkur getur það ekki bara verið, það hafi bara ekki verið rými og tími. Við erum bara vísu, getum ekki ímynda á hverða, vegna sem við erum alltaf lífverðir sem bara skiljum bara rými og tíma. Það eru þær vittir sem við skiljum einhver aðra vittir. Það eru bara þessar fjórar sem við getum skil. Og það eru til á þessum punkti. Þannig að einhvers konar annars konar tilvist sem ekki rýmdarleg og tímaleg höfum við enga forsendur til þess að geta byrjað bara að hugsa hvað þá er að skilja. Þannig ég veit ekki hvað það ætlar að fara með að tala hana Miklahvell, en alltaf það. Þennan Miklahvell. Ég að tala sköpun, sko. Hún skapar hljóðsins. Hún skapar hljóðsins. Við erum alltaf að skapa, en já, ég skapar hljóð. Já, ég er að reyna að skapa. Og hvað er það sem skapar? Hver skapar? Þú skapar ekki bara með hugviti. Þetta er ekki eitthvað bara eitthvað sem þú greinir og setur eitthvað í drasl út og þú veist eitthvað. Það er eitthvað annað. Já, er þetta, það sem kemur fyrst upp í orðið, fyrst upp í hugan og ég er ekki búin að forma þetta þannig að mátti ég grípa óhrætt fram fyrir mér ég er bara svona að reyna að forma þetta þannig að það er hægt mér finnst þetta að vera eins og eitthvað sem að mér finnst ég pínlítið að vera að sinna ef ég nota lýsingar reyna að finna einhvern veginn lýsingar ekki gera bent, skilur. Ég er einhvern veginn meira að sinna því að það verði til og þetta er external. Þetta er ekki inn í mig sem ég er að búa þetta til. Ég er að sinna einhvers konar external realiseringu sem ég nota sem til að fá gæsahúð og líða ógeðslega vel. Það var bara þetta sem ég var að leita eftir, sko. Já. Og ég held að, og það kannski sko að því ég er tóndið örlatrúar. Ég er örlatrúar að það hefur engin örlög en samt ég trúi því einhvern veginn að sko, þetta er trú, skilur, þannig að þetta er ekki vísindi en ég er með svo aðra trú sem byggja vísindum og það sem er ekkert svona ekkert spekulasjónir ekkert slíktilegt, það sem stoppaði þarna með Miklahvellin og hann varst að spekulera eitthvað spagetti þvælu úr einhverjum hugabörði bara einhverjum nýjaldar og þvælu hugabörði, sko, en maður þarf að smíða eitthvað sem á að hafa eitthvað trúveruleika og verður bara að byggja á vísindum en svo er þetta að snatta eitthvað með eitthvað blaður eins og það er bara gaman en það er aldrei merkilegra en bara eitthvað blað þannig að þú getur ekki bara að fara og stopna einhver trúabröð og láta þig bara borga í sjót og bara að segja fólki heilt og eitthvað einhverju blaðri já, en það ætti að vera óður já, þú mást að segja eitthvað já, sko ég hef eitthvað pínu tilfinningum fyrir því að mér finnst kannski eins og þetta svona guðlega sem þykist finna fyrir
ég einhvern veginn, mér finnst endilega eins og það eigi sem að stapar einhvern veginn, þú veist, inn í okkur sem heild. Að þetta guðlega sem við finnum fyrir, að það sé í raun og veru eitthvað svona samvitundar fyrirbrigði sem við tengjumst á og getum linkað á einhvern veginn sem samvitundar fyrirbrigði. Vegna þess að það eru bara alls konar svona hlutur og eitthvað sem mann finnst bara ekki eiga almennilegar skýringar og líka bara þessi vilji til að trúa að við séum eitthvað stærri en einstaklingar sem kannski rekum í þessu skilgreiningu. En mér finnst eins og Guð sé ekki externar fyrirbrigði, þetta internal fyrirbrigði. Þannig að þessi sál sem við höfum bara samansafnað öllum sálunum bara summan af því, þessi Guð sem við höldum að sé external, en bara það samanlega með okkur og þar raunverulega tenging fattar, og þar séu samskipti þetta rótakerfi og þar sé eitthvað svona samskipti eitthvað og ég held að þar sé að krauma undir einhvers konar sameiginlegu vilji þannig að það mótast eitthvað svona sameiginlegu vilji inn í þessu rótakerfi og svo eitthvað vitlesingar sem heyra þetta kall og halda að þetta sé örlög. Ég verð að fara á Friends eitthvað. Það var einhver vilji í rótakerfinu sem var einhvern veginn að reyna að fá einhvern þess að koma sér að staði að finna út úr þessu og svo grípur bara einhver það og heldur það að sé örlögin sína þegar þetta svo sterkt kall. Það var bara kall á mig, þetta er örlögin. En rótakerfinu var skýtsama hver stökk á þetta, bara einhver færi og oft það kannski bara því fleiri því betra. Þannig að fullt af fólki sem kannski bara að vinna í eins og var, bara nokkur stuð með einu og voru allir að reyna að rembast við að finna upp síma og vita neitt að hverju mönum og fólk ofta svona að gera svipað hluta og vita eitt eða neitt að neinum en með svona sömu eitthvað en þetta er svona þannig að ég held sko að þú veist að það sé þetta með örlun sé bara meira þannig að maður er kannski bregðast við einhverju svona vilja úr samvitundinni skilur. Kekja. Og svo kallar maður það örlög og fer í blöðin og segist vera rosa örlögtrúar. En þetta kannski bara þannig að maður bara einhvern veginn heyrði þetta og var obsessed af þessu og fór í verkið. Kekja. Biggi, það er bara frábært að fá það til okkur í kvöld. Og takk fyrir að vilja koma aftur. Það er ekkert sjálfgeðu, sko. Nei. Skilur við? Kunnum að meta það, sko. Já, ég meina, koma aftur. Já, gaman að koma aftur. Mér finnst gaman að tala, gaman að tala þig. Mér finnst gaman líka að, þú veist, mér finnst mikilvægt að það, ég er mjög mikið áhuga að náist upp aðeins meira, sko, við erum búin að vera í ákveðum svona hugmyndaheimi síðustu 40 árin. Sem er svona og við erum þannig kvikindi að við erum í félagslega mótandi. Við látumst mjög auðveldlega mótast á okkar félagslega umhverfi og af því að við viljum bara þóknast, af því við erum félagsdýr og við viljum bara, þú veist, bara eins og hundarnir bara vera með og fá að vera með og vera tekin í samfélag. Þannig að við erum meila til að, þú veist, þannig að við erum með mótandi, sko, alveg hvers konar samfélag við munum alltaf einhvern veginn finna okkur að skrúa okkur einhvern veginn þann inni. Þannig að það er bara eitthvað svona tilvístaheimspeki búin að vera í gangi og hún er ekkert svo rétta, hún er bara það sem búið að vera í gangi, sem búið að vera dálítið, þú veist, úr þessari nýfrjálshyggju, út á þessari, sko, þú veist, að sinna sjálfinu, þessu egocentriska sjálfi og finna sjálfan sig og finna einhvern veginn líf og fara í sjósund og svona, þetta saman, sko. Finna bara tilgangi. Já, búið að vera dálítið svona, já, og mjög svona efnistengt, sko, fram með að búa og eitthvað með að pæla í svona, og þú veist, sko, já, ég held að það sé bara einmitt með svona ákveði kallum og við þurfum svona að finna okkur svona annars konar farveg og við ætlum að lifa í einhverjum friði þessa plánetu og sjálf okkur kannski einhvern mann. Þá kannski þarf aðeins bara að ná aðeins bara umræðu þó ekki nema bara til þess að fólk átti sig að það skipti máli það sem við erum að tala en það er bara svona tilvíslunartengt og það að við smíðum okkur einhver tilgang sem við getum verið stolt af sameiginlega. En það er sameiginlega þegar maður kemur að þessu Big Bangi sem það að segja og maður rekst þar á vegg vísindi rekast bara á vegg og maður spyr vísindin hvað var á undan? Og var það engin tilgangur? Þannig að við erum bara skilin eftir einhverju tilvist sem við vitum ekki af hverju
og festahöldur til hvers og við skilum bara eftir einhverju tómarum og við erum bara í þessari 3 vítur sem tíma og getum ekki komist neitt lengri að skilja eða fá einhvern veginn úr því skorið akkur í anskotunum við erum í þessari tilvist en við erum sannlega stödd inn í henni og hún er algjörlega stórkostleg þótt hún sé mjög þjáningafull þá er hún líka gleðifull og þetta er bara brjálæðslegt kraftaverk og þar erum við stödd með í raun og veru tómar hendur fattarðu, tilvistarlega segja við vitum ekki, þannig að hvað ætlum við að gera fyrir stödd, við getum alltaf sagt það er engin tilgangur með þessu, bara fuck it og bara rífið augun úr eða við getum kannski bara við erum þá frjáls að velja okkur tilgang fattarðu við ekki að veljum okkar eitthvað sem við getum verið stolt af og gera þetta saman við erum frjáls að taka umræðina og deila og öðlast nýja reynslu og spegla sig í hvort öðru, mér finnst það skipta máli. Já, vill einhver vera í tilgangsleysi? Ég vil spegla mig í öðrum, ég vil sjá mig í þér, ég vil sjá mig í Davíð, Já. Það skiptir mig máli, því ég vex í gegnum speglun, því ég læra á öðrum og það er merkjum samkennd. Já, ég held að verðin er mjög áhverð, við erum núna búin að fara ekki með svona öld ég-sins og það frelsist, transar að koma út og allir eru svona rétt og svona mjög mikið svona identity politik sem búið að vera mjög mikið búið að gaggrina það sé bara einhvern veginn alltaf sjálfhverf og svona, en hún er kannski nauðsynlegt þess að frelsa einstaklingin eða gefa hann þá hugmynd að hann sé frjáls frá einhver konstrukti. Já, einmitt, algjörlega, sammála því. Og leið og hann bara pínlítið svona tekur það alveg inn og eins og ég er ekkert að pæla í þessi transi það er bara eitthvað sem ég er og er ekkert að pæla því ég er bara að pæla í öðrum hlutum Ertu transi eða? Já, ég nenni ekki að pæla í því ég bara er að pæla í öðru ég fer bara í mínu sambandbúksur og svo fer ég að pæla í öðru það er einu munurinn nema það er bara við erum að pæla í einhverjum hlutum nema ég er í svakabúksum og er ekki að pæla í því hver ég er í svakabúksum ég hættir að pæla í því en ég er bara orðinn og frjáls að ég bara geri það þurfa einhvern veginn að útskýra það að fara í einhverja sjálfskoðun hverju, skilur, bara slepp því skilur, að ég er bara orðinn frjáls með það, skilur og þá er ég bara að segja er að kannski leiðufólk er kannski orðið alltaf svona frjáls frá þessu og finnur alltaf bara pínlítið svona kannski svona rými bara svona bara stöðuleik í því að það þurfi ekki einhvern veginn að pæla meiri sjálf sér það þurfi ekki að réttlanda sig fattarðu, það þarf ekki að pæla í því að vera réttlanda sig heldur bara meira verið það krefst ekki eins mikið hugsunar eins og að vera réttlanda sig það krefst mjög mikið útsýning sem er ofta réttlanda sig að þá kannski skapast rými fyrir svo nákvæmlega sem þú ert að tala með því að spegla í öðrum, þá skapast kannski rými fyrir okkur að koma aftur aðeins saman og búa undir þá þessum nýju formækjum ná þar sem fókusin verður dálítið meira á okkur sem fleiri en einn og sem einhvern veginn samfélag, sem heild, sem nærumhverfi, sem fjærumhverfi og eitthvað og við séum sannarlega að reyna að setja upp eitthvað samfélag sem við erum að gera saman í samvinnu en ekki einstaklingar í samkeppni. Já, einmitt. Amen. Amen. Það er að segja. Já, það ekki? Jú. Ég til í það alltaf. Viki, takk fyrir komuna. Já, takk hérlega fyrir. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir að bjóða mig. Takk.